Í kjölfar stjórnarslita hafa sjálfstæðismenn talað mikið það hvað hinir svokölluðu smáflokkar á Alþingi hafi lítið bakland og þar af leiðandi mikilvægi þess að kjósa flokka með alvöru rætur. En eru það samt sem áður ekki sterka bakland sjálfstæðisflokksins og hagsmunaárekstrar tengdir því sem hafa komið flokknum í sífelld vandræði, til dæmis í borgunarmálinu og landsréttarmálinu. Ég þeirrar skoðunar að við ættum í raun og veru að gera þá breytingu á Íslandi að taka upp fyrirkomulag sem að líkist því sem á sveitarstjórnarstiginu og gildir í mörgum öðrum löndum eins og í Noregi, að við bara kjósum á 4 ára fresti og það ekkert annað en boði. En það sem þetta snýst er að menn geta ekki hleypt stjórnmálunum á Íslandi í uppnám með því að ganga út úr ríkisstjórn neita að semja meirihluta og setja öðrum flokkum afarkosti. Og já, ég tel að þetta nýjasta dæmi sé einmitt gott dæmi veikleika smáflokkana. Horfðu bara á næturfundina sem voru haldnir. Horfðu bara á það sem að þetta fólk segir núna í dag, núna síðustu dag, þegar ríkið sest. Horfðu bara á það hvernig fundurinn fór fram. Horfðu bara til þess að ég í samskiptum við þetta fólk áður en að fundur hefst, svo fer fram einhver netkosning og ríkisstjórnin fallin. Ég segi allt í tengslum við þessa atburðarás, hvernig þetta hefur gengið fram, í raun og veru ekki boðlegt fyrir íslensk stjórnmál. Og þarna hafa allir verstu kostir smáflokkar og þess að vera með lítið bakland og ótraustan strúktúr komið í ljós, og þess vegna erum við hér stödd í aðdraganda kosningum. Að taka borgunarmálið sem dæmi það að það sé eitthvað að í baklandi Sjálfstæðisflokksins alveg ótrúlega ómerkilegt fyrir geðu. Alveg ótrúlega ómerkilegt. Það hefur hvergi nokkur stað komið fram einasta vísbendingum að Sjálfstæðisflokkurinn, ég sem fjármálaráðherra eða einhver sem að væri í stjórnkerfinu hafi reynt að hafa áhrif á niðurstöðu því máli. Þess vegna er þetta ótrúlega ómerkilegur áráður sem þú ert að flytja hérna inn í salinn það mál. Og í landsréttarmálinu, þetta er ekkert áráður þetta borgunarmál. Það er engin innistæða fyrir öllum stóru orðunum. Ég verð bara að fá að verja mig fyrst að menn alltaf taka það hér upp og reyna að nota það gegn mér. Þetta er ómerkilegt. Landsréttarmálið er síðan allt annað mál og það hefur bara farið sína leið og nýlega féll dómur í því þar sem að öllum kröfum þeirra sem stendur var hafnað. Við ætlum að leyfa Björn Ólafsdóttur að bara rétt að fá að bregðast við því sem sagt um hennar flokk. Gjörðu. Já, sko, fyrsta lagi þá verð ég bara, og ég verð bara veikinn það, ég verð pirruð, Bjarni, þú kemur hérna, tala við hóp ungu fólki og kallar einn þeirra ómerkilega. Mér finnst það ómerkilegt, við erum að tala um pólitík og við skulum bara gera það almennilega. Við erum